Húsafriðunarnefnd vill að mennta- og menningarmálaráðherra friði 2 hús í Skálholti og umhverfi þeirra þar sem umdeild nýbygging stendur. Þetta önnur tilraun nefndarinnar til að friða Skálholt á skömmum tíma. Húsafriðunarnefnd leggur núna til að Skálholtskirkja, Skálholtsskóli og allt nánasta umhverfi verði friðað að undanskilinni það sem nefndin kallar yfirbygging yfir friðlistar fornminjar Þorláksbúðar. Þorláksbúðafélagið byrjaði að reisa Þorláksbúð árið 2010 þegar framkvæmdaleyfi var gefið út en byggingaleyfi var reyndar ekki gefið út fyrr en í nóvember síðastliðnum. Húsið stendur óneitanlega mjög nærri kirkjunni og blasir við öllum sem koma á svæðið. Þeir sem standa að byggingunni segja hana tilgátuhús reista þar sem skrúðhús Þorláks biskups Helga hafi staðið en fyrirmyndað byggingunni sótt til auðunarstofa á Hólum og stangar í Þjórsárdal. Ekki eru öll byggingarefni forn í Þorláksbúð því á framhlið hennar má sjá að steinsteypa hefur verið notuð auk grjótleiðslu og timburs. Húsafriðunarnefnd segir í tillögu sinni til ráðherra friðun fyrir mánuði að í Skálholti sé eitt fegursta manngerða umhverfi nútíma byggingalistar í landinu og ber að fara mjög varlega í allar breytingar og íhuga gaumgæfilega hvað áhrif þær hafa á grendina. Áður hefði húsafriðunarnefnd beitt svonefndri skyndifriðun á Skálholtssvæði sem ráðherra fór ekki að. Mennta- og menningarmálaráðherra ekki eini ráðherrann sem hefur Þorláksbúð til meðferðar því umhverfisráðuneytið fer nú yfir hvort deiliskipulag fyrir Skálholtssvæðið sé gilt eða ekki. Ríkisendurskoðun athugar nú fjármál Þorláksbúðafélagsins sem hefur fengið ríkisstyrki til að reisa Þorláksbúð í Skálholti. Forstöðumaður fornleifanefndar ríkisins segir húsið ekki líta vel út og hefur óskað eftir fundi. Svona leit Þorláksbúð út í gær. Fornleifavernd ríkisins veitti fyrir sitt leyti leyfi árið 2007 til að reisa hús eða yfirbygginguna yfir rústir gömlu Þorláksbúðar. Kristín Huld Sigurðardóttir, forstöðumaður fornleifaverndar, segir útlit hússins nú ekki endanlegt en það líti ekki vel út, til dæmis frágangur á torfi, litaval og efnusnotkun. Á húsinu má sjá steinsteypu og bárujárn í bland við grjótleiðslu og önnur eldri byggingarefni. Hún ætlar að ræða ástandið við fulltrúa Þorláksbúðafélagsins í næstu viku. Árni Jónsson alþingismaður í stjórn Þorláksbúðafélagsins en það hefur haft veg og vanda af því að reisa húsið. Félagið hefur fengið á annan tug milljóna króna í styrki frá ríki og þjóðkirkjunni til verksins. Félagið hefur samtals fengið 9,5 milljón króna á fjárlögum og þjóðkirkjan hefur samþykkt fjárveitingu upp á 4,5 milljón en þaraf hefur 1,5 milljón verið greitt félaginu. Ríkisendurskoðun að athuga fjárreiðurnar. Sveinn Arason, ríkisendurskoðandi, segir að óskað hafi verið eftir greinargerð ráðstöfun á styrk ríkisins og eftir ársreikningum Þorláksbúðafélagsins. Þessi beiðni hafi verið ítrekuð og jafnframt hafi verið haft sambandi fyrirsvarsmenn félagsins vegna málsins. Formaður Þorláksbúðarfélagsins segir að Skálholtsskóli hafi frá upphafi séð bókhald fyrir félagið. Skrifstofustjóri skólans sé eini prókúruhafi félagsins. Ríkisendurskoðandi hefur ítrekað óska eftir að Þorláksbúðafélagið skili ársreikningum og greinargerð ráðstöfun og ríkisstyrk. Morgunblaðið hafði eftir Árna Jónsson, formanni félagsins, að Skálholtsstaður og Skálholtsskóli sæju fjármál Þorláksbúðafélagsins. Skólinn heyrir undir kirkjuráð. Framkvæmdastjóri þess, Guðmundur Þór Guðmundsson, sagði í hádegisfréttum að orð Árna hlýtu að vera byggð á misskilningi. Umsjón með Þorláksbúð og öll ábyrgð á verkefninu lægi hjá Þorláksbúðarfélaginu. Árni stendur hins vegar við orð sín. Alveg frá upphafi þá hefur starfsfólk í Skálholtsskóla séð það og þá var því fyrirkomið þannig að í skólanum yrði svona skjól fyrir bókhald og fjárreiður Þorláksbúðar og það hefur verið alfarið á þeirra könnu síðan svo hjálpsemi að hjálpa til við það. Þangað að fara reikningar, það eru reikningar geymdir og greiddir og svo framvegis. Og til dæmis hefur skrifstofustjóri skólans, Skálholtsskóla, að minnsta á einhvern tíma verið prókúruhafi fyrir félagið og aðrir hafa ekki verið prókúruhafar. En greiðir félagið Skálholtsskóla eitthvað fyrir þessa bókhaldsvinnu? Nei. Fréttastofa hefur ekki náð tali á skrifstofustjóra skólans í dag. Árni segist í vetur hafa fengið bréf frá Ríkisendurskoðun. Og því miður þá tafðist nokkuð tíma ég sæði þetta bréf, það lenti inn í stórum bunka hjá mér sem var svona ekki tímabundnu póstur. 2 í stjórn Þorláksbúðafélagsins, Árni og Egill Hallgrímsson sóknarprestur í Skálholti. Hann segir að ársreikningarnir verið sendi Ríkisendurskoðun vonandi innan fárra daga. Hvenær var síðast stjórnarfundur hjá Þorláksbúðafélaginu? Við höfum ekkert verið með stjórnarfundin en bara svona eftir efnum og ástæðum svo sagt við höfum borið sem bækur á fundum, ekki formlegum fundum, hist bara í Skálholti og farið yfir verkefnið og skoða svona þrepin og slíkt en þetta ekki nein ríkisstofnun.